Ísland að fara að mæta Argentínu á heimsmeistarmótinu í knattspyrnu. Fyrsti leikur Íslands að HM á móti Messi. Það hvorki meira en ég minna. Það svakalegt. Þetta rosalegt. En Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti og beint á móti mér sitja menn sem eru vanir að sitja í þessum sætum og við erum með fullt line-up í fyrsta sinn í margar vikur því að Steindi Junior komin úr þessari fyllirisferð sinni frá Benidorm. Vertu velkominn Junior. Takk, æðislega fyrir það og mikið gott að vera komin aftur. Já, þetta sama þú sagði mig í dag. Ég fann þetta síðasta föstudag. Ég var byrjað að hlakka svo til að byrja eftir útvarpinu. Já, það svolítið svoleiðis. Já. En þú ert vel peppaður. Ég rosalega peppaður og ég á það til að ofpeppast. Þannig að þið þurfum bara að kæla mig niður. Við reynum að halda það niður. En þú varst að tala dráttinn góða. Já. Og það núna, Egill hérna við hliðina mér á Twitternum að skoða þetta. Þetta kallað dauðariðillinn. Já, að flestum þetta kallað dauðariðillinn. Var þetta fyrsti spennandi drátturinn í þessari viku? En þú veist, ekki af Íslandingum bara. Nei, við erum í hræðilegu riðli. Þetta Argentína, Úkraína. Nei, þetta Króatía, Argentína og Nígería. Og það mest að vera að tala að útlendingar að tala þetta sé döðariðillinn. Ég vil menna þessi nokkuð þægilegt. Já, þú ert bjartinn. Við munum Króatíu áður, það ekkert vesen. Nei, við erum alltaf að fara að vinna Nígeríu. Þá Rasvarssonum. Amokatsi ennþá frammi hjá Nígeríu? Hann hættur kallinn? Við þurfum að kynna okkur það. Já, ég held að hann sé löngu hættur en þeir eru með rosalegt lið. Og stoppið bara gæra með 10 hjá Argentínu og þá þetta ekkert þessin. Ég hef engar á að gera þessu. Já, þessi Messi þarna. Já, það þarf að henda Kára Árnaði einhverjum á hann bara og setja frakkan á hann. 1-2 fóta. Bara dekka hann eins og frakki, bara svo yfirhöfn. Pæli því, maður bara að hugsa hvað, Kári og Raggi Sig, þeir eru að fara að dekka Messi í fyrsta leik. Þetta verður spennandi og ég fagna því samt að þetta eini sjansinn fyrir Ísland held ég að mæta Messi einhvern tímann. Þannig að það var nú ekki sko. Það er mikið skemmtilegar í staðin fyrir að vonast eftir einhverju skítadrætti. Það er mikið skemmtilegar að fá alveg riðil. Já, ég samanlega. Það er miklu skemmtilegar að horfa það. Það hefði kannski mátt sleppa Króatíu. Já, það hefði kannski mátt sleppa því, ég veit ekki það hefði mátt sleppa Króatíu og fá jafnvel englendingar. Við hefum leitt létt með þá. En við ætlum samt að ræða þennan drátt betur eftir því að Gummi Ben, hann ætlar að koma hérna til okkar eftir 10 mínútur korter. Sem sérlegur ráðgjafi F95 Blö og við tókum líka upp æðislegt atriði fyrir í dag með Gumma Ben og Rikka G þar sem að þeir voru að spjalla, það var svona jólaspjall. En svona eins og lýsendur, eins og ég sé að lýsa leik en bara tala jólin. Og ég lofi ykkur því að þið munu hafa gaman að því. Kæru hlustendur, það hér á eftir. Við erum með Sverrir Bergmann, það splunkunýtt föstudagslag á leiðinni, fyrsta föstudagslag í langan tíma, enda hann að fara að vera með tónleika sem að ég sett upp sem heita föstudagslögin, komum betur inn á það á eftir. Við erum með nýjadagskaraðinn sem hver líklegastur. Steindi, þú ert með íslensk slúður. Brakandi fest íslensk slúður. Að heyra hvað mikið maður vera? Það að gerast á eftir. Þetta ekkert smá þéttu þáttur, getur þú sagt okkur svona einhvað smá tís fyrir að skita? Já, ertu vissum að vilja heyra það? Alltaf, nema að sé ég. Nei, þú sleppur. En víst þú ert að biðja nafn, þá kannski svona liggur við vel við að henda þessu hérna nafni fram. Heimir Hallgríms, fótboltaþjálfari, landsliðsþjálfari, hann í slúðurinn í dag því miður. Nú ok, hann búinn að skita eitthvað á sig kallinn? Það var vissin á honum, já. Það var í gær, þetta brakandi festslúður. Það vissi lánum í gæð. Það var smávegsin, já. Ok, og þú ert með eitthvað inside scoop. Svo Gilsarinn, hann með spurningakeppnina sína, ekki? Jú, það bara ég með á hverju ári tekið King of Christmas. Já, þú ætlar að hendi það þegar komið desember. En alltaf nýtt take, fyrsti des. Ég hef verið með þetta síðustu 2 jól. Já. Og nú ég aftur með King of Christmas. Það ekkert annað. Nýglænýjar spurningar. Og þetta eitthvað sem maður vill vinna? Það líka fínt að Rikki G sig ekkert núna því að hann myndi örugglega vinna King of Christmas. Hann var að byrja að skreita í nóvember. Vill maður ekki alltaf vinna? Er það ekki svolítið þannig? Þú veist að Rikki G skreitti alla íbúðinu sína í síðustu viku, Steindi. Já, hann kolandi geðveikur líka. Skreitti í nóvember. Já, bara með þess að 24. Síðan skreita samt sko, það sýndi mig síðan mynda íbúðinu sinni. Og ekki það ég þekki það persónulega, en það leit út eins og svona asískur tóttkofi. Ég vil að tala hreina íslensku. Hvað? Þetta myndin heima hjá hún.
Ég er ekki að reyna að vera Nei, er þetta heima? Þetta er heima hjá Rikka. Má ég sjá Þetta þetta? má þú mátt ekki segja Nei, ég veit, ég útsendingu veit að það. jólaskrautið þess Rikka að stofan hans lít út eins og asísku tóttkóli Sko, ég veit að má ekki segja þetta Hvernig ég útskýr Þú ert í beinni útsendingu Já, ok, hvað átti ég að segja? Heyrðu, Hvernig á ég orða þetta pent? Hérna, bara, getur Ég setja á Twitter þannig að fólk fatti, þetta er ekki grín Þetta er stofan heima hjá Rikka G og ég bara að segja, ég þekki þetta ná ekki persónulega þetta var svona besta samlíkingin sem ég Gæstu það ekki bara að setja asísk nuddstofa eða eitthvað sko. Það er nú ekki það sama, hann var að Ég ætla tala að skrifa núna bara stofan hjá Rikka Ok, þá getur fólk séð það á Twitter En Ég ætla ekki að skrifa hashtag asískur Nei, slepptu því En já, annars er bara þetta er þátturinn í dag Já, svo erum við náttúrulega með risa leikmar Við erum með stærsta gjafaleik sem að FM95 Blöð hefur verið með Við erum að fara að gefa miða, flug og hótel á HM Og það er í samstarfi við Kass Það er rosalega leikur Já, það er sem sagt, og þetta er náttúrulega í samstarfi við Kass og alvöru skell Þegar við gefum spil líka Ég meina, hvort myndir þú freka vilja? Myndir þú vilja fá spilið eða myndir þú vilja fá ferðina? Það er erfitt að segja Því ég veit hvað spilið er skemmtilega Þetta er svolítið, þú veist, þetta eru svipað stóri vinningar Þetta eru tveir stóri vinningar Þannig að fylgist þið vel með Það verður farið betur yfir þetta og eftir En eins og þið heyri kæri hlustnið Þá erum við mættir allir þrír Við erum allir í stuði Þá komin tíma á þetta eftir smá frí Og ég lof ykkur veislu í dag FM 957 Hvernig búin að posta myndinni? Myndin er búin á Twitter Já, myndin af stofunni heima á Rikka Þetta er samt að mátti ekki vera leðilegt Þetta er samt alveg kósi hérna hjá honum Já, En ég fatt að hvað áttu við Já, mér finnst þetta alveg kósi Þetta er kósi, þetta bara lítur út þessu asískur tóttkóli Það er eina En það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 Blöð Íslensku eða erlendu? Þú ert með íslenska Tökum það eftir Brakandi fest Já, Heimir Hallgríms í slúðrunni Það var í vesinni ger Ég veit að Íslendingar eru spenntið fyrir því Já, ég meina, ég er mjög spenntur fyrir því Ég hef ekki búin að lesa þetta sjálfur Ok, ég ætla að byrja slúðrið á Jay-Z En hann var að viðkynna núna í risa viðtali Við New York Times Style að hann hélt fram hjá eiginkonu sinni Beyoncé Knowles Þetta vissu nú flestir þar sem að bæði Beyoncé og Jay-Z voru búin að syngja um þetta Já, vill hann ekki bara fara núna og gera einhverja stuttmyndu það? Síðan á HBO og Þetta er ennþá reiður út í Jay-Z Æ, ég veist að mér finnst þetta að vera svo þreytt Já, bara, þú veist Finnst þér astnalegt að heldur fram með makaðinum á syngjurum það? Nei, ég er bara að spá í kraftu þau ekki bara fengið sér kaffibotla farið við málin, verið saman eða skilið eða gera það sem þið viljið eða að fara að búið til stuttmyndir í sikkur og hotninu og hæra vinstri Er það ekki smá spes eða? Er ég of kaldur í þetta? Sko, þú ert náttúrulega bara trúður, Steinþór Er ég trúður? Já, þú sest bara eftir Hvað er stúdíu það að kalla mig? Hvað er það að kalla mig trúð? Þetta er alveg listamenn Nú, byrja, akkur er ég ekki alveg listamæður? Þú ert hérna í FM 95 Blöð og svo erum við í Steypustöðinu Það reynda að ég geður undir trénu, þú varst listamæður Það var að kalla það trúð En hvað, er það að segja mér að ég sé bara með einhverja hvíta málingu framan í mér og rautt trúðan Nei, það sem ég er að tala um Þetta eru bara stærstu listamenn heims Beyoncé og Jay-Z Og þú var trúður? Nei, ok, þú ert ekki trúður Ég er bara vitni í þig Ég kallar hann ekki trúð, sko Ég sagði ekki En allavega, þá held ég þetta sé bara eitthvað svona list hjá Ég er alveg samanlega, þetta er pínu steikt að syngjum og setja halda fram hjá Enda saman, eða? Þau eru ennþá saman og þau vilja meina sem sagt í þessu viðtali þá er hann að tala um að allt og mikið að fólki skilji bara strax en reyna ekkert að vinna á vandamáli sínum eins og þau sé að gera hann segist að það átt mjög erfiða æsku og hann sé mjög lokaður tilfinningarlega og ætlaði að reyna að bæta úr því og Beyoncé sé að reyna að hjálpa honum með það Hver var þessi dama sem var með? The Lucky Lady, það kemur bara ekki fram en það var, hún söng nú eitthvað það á Beyoncé en þú ert eða bara að hlusta á plötun hennar þá fattar það held ég var til að sjá eitthvað svona íslenskt Svo getur líka bara komið staði hvað þið borðið í gæri og hlustar á nýja lægi kemur út á eftir og sjá okkar íslensk par það sem annar segjum til dæmis bara Salka og hann hérna í Úlur hérna, stólum er Arnar segjum að er eitthvað svona vesinn á þeim og kemur eitthvað, lag frá Sölku bara, hvernig kannski gert þetta aumingi en eitthvað svona það svarar þetta myndi aldrei gerast á Íslandi þetta væri kjánalegt þetta væri svolítið kjánalegt á Íslandi eða ekki, þér finnst þetta kjánalegt af stærstu stjórnum heims Já, þetta væri náttúrulega bara mjög kjánulegt kemur út lag með Ambadama og svo kemur annar lag með Úlunum og þá myndi ég nú örgulega ringið þið bæðið og segja bara jæja krakkar, nú þurfið að fá kaffi sko. Hann hefur hent millifærslu greinilega fyrst að þessi dama er ekki búin að koma fram við fengið þarna
Millifærslu Þannig virkar lífið, annars var þetta komið fram, annars var nafn komið fram, það bara hannig Mér finnst þú samt stundum aðeins svo mikið eins og þú vitir nákvæmlega hvað lífið gengur út á eins og daginn þá varst alveg pottitt ráði að hann væri bara með henni út að eins og þú vitir alltaf hvað sé að gera það er séu pottitt að hefna sín með því að vera að deyta eitthvað aðra það er ekkert pottitt lífið virkar ekkert þannig að hún hefði fengið pening sko. Veist alveg að sitt ama sem var með Jay-Z hún þarf að boka reikningar svo allir aðri sko hún er vantilega með bílalán síðan þarf hún að greiða íbúð hún lítur það bara að þurfa að vinna eins og allir aðrir og síðan hittir á magn, fasteigna gjöld, allt þetta herri, ég veit hvað lífið gengur út á sko og hún er þetta með Cash Cow hún var með Jay-Z kannski hún fekk millifærslu, þetta flókið það annars væri hún búin að koma núna í forsíðu viðtal í okkur í magasíni og taka $10 million fyrir það herri, því miður Blondale þá er það Chris Pratt eitt stærsti Hollywood-leikari heims í dag hann er brjálaður núna því að ég held næst að Chris Pratt sé orðin launahasti sveimi þá hann er búin að leika í stórmyndum eins og Jurassic Park og fleiri Ætti að segja Chris Pratt Nei hann er verið svo launahasti svona 1% hlustundum vita hver er núna hér launahasti leikarinn í Hollywood hann er að verða Nei, negativ Ekki hugmynd nú, allar síðustu 4 myndir hans hafa farið beint á toppinn launahasti leikarinn í Hollywood núna er The Rock, Dwayne Johnson það er enginn raka meirinn en Dwayne en allavega, þá er einhver á Facebook sem er að þykjast vera Chris Pratt og hann er orðin brjálaður að því þegar þessi einstaklingur er að senda á konur að bjóða þeim á date og annað og það eru vist marga konur sem er að falla fyrir þessu og hann segir hér, it makes me sick og hann ætlar að kýla gaurinn sem þegar hann finnur hann og hann segir ekki ef ég finna hann heldur þegar ég finna hann ég meni þegar þú ert Chris Pratt and Chris ends with this stop right now or you will be very unhappy with outcome go find Jesus, I'm praying for you Er hann ekki með verified merki og veistu hvað að gerast þetta? Er Hollywood þetta fulli við að sé eitthvað trúður út í bæ að senda eitthvað í hans nafni? Hann á að geta hringt í Twitter hörðu, kippið sem gæi út right now Þetta er á Facebook Já, þú færð á Facebook Já, þú færð svo hringir að vera Zuckerberg ekki flókið sko Það vittir svo Mér finnst þetta eins og þú ert að lesa þetta slúður eins og þetta sé bara kolpadeild á einhverjum leikskóla Þú sérðu ekki bláa merkið þannig að hliðin á nafninu er fólk að falla fyrir því Já, greinilega Ef þetta er Hollywood-leikari ekki með bláa logoið við hliðin á nafninu þá er þetta En þegar þú hitt hann þá fattar vantilega að þetta er ekki hann og vantilega ekki tvífarið þannig Svo er það hér í restina það er þau Justin Bieber og Selena Gomez en það er umtala núna í Hollywood að þau séu byrjuð aftur saman og þau eru nú ekki búin að staðfesta en það er búið að nást myndina í einhverjum svona innilegum faðmlögum og Jesus, það sem að sko, ég heyra að þú ert í einhverju töffaraskapi Steindi, það er alveg saman hvað slúðurinn með því finnst alltaf eitthvað svo hallarslegt og þú ert svo svalur Ég bara Hún finnst þetta mjög hallarslegt Held að spilinu og kallar hann trúður rétt á hann Sé bara nokkur miðaldra kallmenn að ræða Justin Bieber og Selena Gomez Núna fyrst verður hneykslaður veistu hvað er verið að tala okkur að sé ekki búið að staðfesta þessu byrjuð aftur saman Þú líka, 17 ára gamleir Því að það er vist eitthvað rifrið hún er 25 ára, hún Selena Gomez hún er ekki 17 ára Hún er grown man í dag sko Hvað heldur að Bieber sé bara alltaf 13 ára? Hann verður eldri eins og þú Hann er grown man og það sem er verið að rífast og ef að þetta er satt þá er það ótrúlegt Það er vist ekki búið að opinbera þetta því að þau eru að rífast hvor setur á undan myndanum saman á Instagram því að það er nokkuð víst að það verður mest lækaða Instagram mynd allra tíma Ég mist þetta mjög eðlilega Þetta er orðið rifrildið bara herðu, ok, það má enginn vita sem byrja saman en hvort okkar færa að setja myndina á okkur ef við séum byrja eftir saman af því að hún fær svo rosalega mörg likes Mér segja bara flip for it En þetta ekki skrítir rifrildi í sambandi? Þau hljóta að vera sko hversu sponsuð mynd verður þetta? Í hvað? Það er ekki sponsað, þetta verður bara Hann verður í ból með stóru logo, ég get lofaði því Já, meinar að selja myndina 100% En nú ert þú svona sá einstaklingu sem ég þekki sem að hugsa mest ratio á Instagram myndum Hvað heldur þetta fari mörg likes? Hjá þeim? Hvað er Þetta metið sé 6 milljónir 6 milljónir likes Þau tvö byrjuðu aftur saman, þetta er 10 miljón laka mynd Hvað er vinstasta myndin núna á Instagram? Er hún skemmtileg? Sko Selena Gomez áttana það var einhver að toppa þenn daginn Ég man ekki hvað var Þetta snýst textar, hvað stendur þarna, hvað myndir myndin heita? Það var nóg fyrir að setja bara hjarta Eitt hjarta, emoji hjarta Já
það væri freka slaftið, en jú, ég myndi ekki að það væri 8 miljónir. Mér finnst þetta mjög eðlilegt rifrildi. Svona bara lífið í dag, þetta snýst Hvað meinur? Snýst lífið likes bara. Ertu heima hér að spá í hver hendur myndin og svona? Sko, Beyoncé á vinsælustu myndina. Óléttu myndina. Já, alveg rétt. Pregnancy photo. Og hún toppaði Cristiano Ronaldo. Ronaldo átti mest lækuðu myndina þrá með tvíburunum sína. Beyoncé toppaði, alveg rétt. Þú ert með lóðrétt, það 11,1 million likes og það 5 milljónur á Ronaldo Horseman Year Blondell. Já, ég er búinn að átta mig. En máli auðvitað viltu setja inn vinsælustu, þú vilt alveg pakka Beyoncé saman, þú vilt setja vinsælustu myndina. Þannig ég skil að sé háaðar yfirvildi heim út af þessu. Á Ronaldo einhverja 2 svona sæta tvíbura. Já, bara ekkert sætar en aðra. Hvað er að þér? Alvöru skellur, allt nýjir reytir, meira fjör. Mamma vil meina þessi skemmtilegasta spil sem hún hefur spilað. Ekki fyrir hún að byrja að ljúga mig núna. Hún vil reynda meina ég sé snóðaða líka en ekki sköllóttur. En það annar mál. Alvöru skellur, væntanlegt í verslanir. Vélaborg. Varahlutir í allar gerðir liftara. Vélaborg. Vélaborg.is. Brönns allar helgar. Bryggjan Brugghús. Góða helgi. Fáðu heilmikið. Fáðu risastóran aukahlutapakka með Honda HR-V fram að jólum. Honda Vatnagörðum. Sérhæfð varahlutaverslun fyrir atvinnubifreiðar og tæki. Vélanöst Álhellu 8 Hafnarfirði. Vélanöst.is. Þú færð MSA fallvarnarbúnaðinn hjá okkur. Hafsport.is. Nýbílavíð 14. Happy hour, happy hour, happy hour. 4 til 7. American Bar. Staðurinn 5. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Í slúðrinu, svona getur þetta gestöndum, það gaman að þessu, þetta útvarpið. Þú stjórnar ekkert löguna með eitt svoleiðis. Nei, þetta er að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957 og við strákarnir eru konum með góðan gest og það er eiginlega alveg ótrúlegt að þessi þáttur sé búin að vera í loftinu í 6 ára og hann hefur aldrei komið hingað áður og það er Sör Gummi Ben eins og hann er kallaður, ertu velkominn. Takk kærlega, takk fyrir að bjóða mér loksins. Herðu, ekki svona, hér hefur verið boðið áður, þú ert búin að forðast þetta bara eins og plágunar. En við náðum þér loksins og gaman að segja frá því að við ætlum að spila hér eftir smástund stórkostlegt samtal á milli Gumma og Rikka þar sem að þeir voru svona í hlutverki lýsanda að ræða jólin en fyrst ætlum við hins vegar að tala eins við Gumma þennan drátt. HM dráttin, hvernig líst þér á það? Mér líst mjög á það. Ertu sáttur? Já, þetta var ekki draumariðlinn en ég hafði samt drauma að mæta Messi. Já, ég líka og sammála því. Sá draumur rættist. Ég hefði viljað sleppaði Króatíu. Já, það var svona eini viðbjörn eða. Ég menna Panama hefði líka alveg, sko Nígería. Eru Nígería, eru þeir sterkist? Sko þeir bustuðu sinn riðil og skildu meðal hans Kamerún eftir og Alsír og eitthvað svona. Þannig að það var ekkert vesen á þeim með undankeppni en þetta er samt glænýtt fyrir okkur Íslendinga að spila við bæði Suður-Ameríkulið og Afrikulið. Við höfum lítið verið í því eins og gefur að skilja. Og ég er mjög hissa ef við myndum ekki jafnvel taka bara 2 landsleiki við svipaðar þjóðir í mars eða þá í byrjun júní. Við höfum fyrsta leik 16. júní og við náum örgulega. En er þetta ekki líka bara gott tækifæri fyrir menn að þetta var eiginlega svona eini sénsinn að mæta Messi einhvern tímann ekki? Hann er nú ekkert það mörg ára eftir. Nei og ég held að það sé líka bara þó að margir segja að við losna við Brasilíu og Argentínu, þú vilt máta þig við bestu leikmenn heims. Ef þú eru íþróttamaður, þá viltu máta þig við þessa allra bestu. Það er svo lúðalegt að óskast. Þessi sko. Það er svo lúðalegt að biðja einhvern lélega dráttana. Þú vilt fá bara helstu lið. Við getum alveg stoppað, við getum bara stoppað gæðina með 10 Argentínu og getum unnið Argentínu, það er ekki það? Já, það er þetta Kun Agüero og nokkri að það líka. Þeir hafa samt átt í vesinu með því að finna réttu blönduna og voru í vesinu að komast á HM og bara sluppu Þöksi Messi í síðustu umferðinni þar sem hann tók það bara bakið og takk fyrir ég ætla til Rússlands. En hvernig er fyrir Íslendinga að ferðast með þessar borgir? Veistu, þekkir það eitthvað? Fyrir þá sem eru núna í umferðinni að spáði að fara á HM? Þetta er náttúrulega ekkert mál. Þetta er í Moskvu. Já, það er gott. Moskvu í fyrstu umferðinni. En hina þær borgirnar. Og hvað heitir þetta? Volgograd sem við spilum í annar umferðin gegn Nígeríu. Það er svona reynda sunnanlega. Hvað eru lengi flugvél þar yfir félagarnir? Ég veit ekki, ætli að vera í Rússlandi bara.
Þegar við spáðum það. Það allt þetta komið ljós bara. Segjum alltaf 2 leiki. Við viljum á Argentínu og leik 2. Það verður allavega, ég veit að bæði flugféliðin hér og ferðaskrifstofnar, þá fljúga bara beint í alla leikina. Daginn fyrir leik og heim bara daginn eftir leik. Koma heim á milli. Það verður að fara heim á milli. En til dæmis stutt, þú veist, það aldrei stutt reyndar í Rússlandi, en það merkilega stutt á milli leikstað nummer 2 og 3 Volgograd og Rostov og við getum öll verið heima og Sverrir Inga náttúrulega í Rostov við spilum þar í þriðju Það einhver búinn að senda á hann núna ég þarf íbúðina þennu það nokkuð ljóst Ég á því að við spilum úrslitaleik þar í Rostov í 27. júní og spilum úrslitaleik við Króatíu það að komast áfram í riðlum Það ekkert annað Þannig að fyrsti leikur 16. Og síðasta leikur riðilega 27. Þetta 10 daga skrall hérna sem við átt á hérna Maður lifa það af Maður sé það vera Verður Gummi Ben í Rússlandi allt á hann Hann ætlar að vera í Rússlandi Hann veit ekkert hvað hann fara að gera þar en hann ætlar að vera þarna Er ekki góður líkur að Greislingur hefur verið komin í liði fyrir fyrsta leik Ég bara fæ ekki að velja þetta Bara svona með hvernig hann standa sig Ef þú fengir að velja svona það er náttúrulega erfitt fyrir þau kannski sem pappans en finnst hann tilbúin? Er hann tilbúin í HM-hópin á þínu mati? Já Það er klári hóp Það er líka gott að vera með eitt svona ungan grísling á kantinu sem er tilbúin að löpa svona eins og Owen á sínum tíma og Rashford og svona á Englandi Hann og allan að fræðilega möguleika, orðað þannig Já, hér eftir smástund ætlum við að spila stórkostlegt samtal sem að Rikki G og Gummi Ben áttu fyrir dag Hvernig tókst þetta upp? Við vorum bara að spjalla ég og Rikki Þetta náðist bara einhvern veginn Við ætlum að fá eitt lag svo heyrið það Gummi ekki farin því að hann það líka að taka hraðaspurningar fyrst hann loksins mætti í þennan þátt Sérðu, þetta kósí hérna Finnur það ekki? Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. I was born for the world and the vision we've lost. I'm in apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of it. Þetta upp á sjónsveitina Gumma Ben Imagine Dragons og lagið hans Whatever It Takes sérstætt óskalag hér hjá Gumma og Imagine Dragons Vel valið það Gummi Hvað heitir það þú? Whatever It Takes Þú elti þá Svíþjóðin daginn ekki? Fór frá Malmö og byrjaði þar túrin með náður einhverjum ferðum tónleikum en já, eins og ég kom inn á hann og þá tóku upp skemmtilegt samtal með þeim Gumma Ben og Rikka G fyrir í dag og þetta var sem sagt þannig ég var búinn að skrifa upp ég held ég útskýrða mér þess að fyrir ykkur hérna í innslæðinu ég ætla bara að setja hér upp beddan og lefa ykkur að heyra þetta svo strax eftir þetta samtala þá ætlum við að fara í hraðaspurningar með Gumma Ben tjekkum inn á þessu Takk fyrir það, Uti. Nú ég hérna einmitt með þeim báðum hérna í klefanum, Rikka og Gumma Ben. Ég búinn að semja hérna handrit fyrir ykkur drengir og já, ég sá fyrir mér að þið séu að spjalla saman en eins og lýsendur, eins og þið séu í útsendingu, þannig að þið byrja svona rólega og þetta fjallar allt um að jólin sé að byrja og hérna fáið textan. Þannig að þið farið svona byrja rólega en endið eins og þið séu að bara lýsa mest spennandi leiki heimi. Didn't see that coming. Okay. Það virkar spennandi. Þetta virkar mjög spennandi, spjallið er ekki spennandi en ég ætla að sjá hvort að þið geti gert svona, já bara að segja lélegt jólatjátt spennandi. Þið tilbúnir? Já. Tökum smá tíma til að lesa þetta. Annars það bara 1, 2 og byrja. Sæll og blessaður, ekki allt gott bara? Nei, sæll og blessaður. Maður reynir að vera brattur finnur fyrir þessari jólapressu. Segðu, það pressa á öllum mannskapnu núna. Maður bara hreinlega finnur það. Það á svona tímum sem maður finnur hverjir höndla pressuna og hverjir ekki. Það hárrétt. Þeir sem komast í gegnum jólin heilir, þeir verða einfallega sterkari fyrir vikið. Já, og ég sjálfur, ég byrjaður að versla. Ætla ekki að vera seinn í ár. Það ekkert annað. Það bara svoleiðis. Það bara svoleiðis. 4 gjafir komnar og ekki nema 2 eftir núna.
Ekki nema 2 eftir. Það er ekki nema 2 gjafir eftir. Þú heyrðir rétt. 2 gjafir eftir. Allt hitt er komið. Það er ríkalega vel spilað. Það er ekki alveg svoleiðis hérna. Nú, hvað er í gangi? Hvað er að gerast? Ég er ekki byrjaður að versla gjafir. Ekki einu. Þú ert ekki byrjaður. Hvaða rugl er þetta? Ég er bara að fatta þetta núna. Það er lítill tími. Það er ekkert eftir. Það er ekkert eftir. Hvað er þetta að spjalla við mig? Drífðu þig. Ég langaði bara að vita. Hvað ætlaði að hugsa? Drullar að stað. Ég er farin. Það var mikið gott fólk. Hann er farin af stað. Við sjáumst. Hafa það gott jólin. Sömuleiðis. Þetta var spennandi jólaspjall á milli þeirra Rikka og Gumma. Og kann maður segja frá því að röddin hún var búin eftir þetta, Gummi. Ég þurftum að taka þetta upp svo oft. Já, þetta er tvisvar. Því að það var mér að kenna, klikkaði upptakan fyrst og þeir voru ekkert mjög hressir með það drengir. En virkilega skemmtilegt, við ætlum að enda þetta hér, Gummi, á að svona leyfa hlustendum að kynnast þér aðeins betur. Við vitum öll að þú ert góður kokkur og góður lýsandi. Jú. Enda með þinn eigin matreiðslu þátt. En það eru hraðspurningar og það er ekki hægt að svara vitlaust. Þú hreinsar hugan og segir að fyrsta sem þið dettur í hug. Tilbúin? Já. Besti matur? Lambakjöt. Uppáhalds hljómsveit? Kiss. Kiss, já. Hvað drekkur á djamminu? Rauðvín. Uppáhaldslið í enska? United. Ertu graður? Oft. Besta bíómynd allra tíma? Stella í Orlofi. Hvort myndir þú frekar sofa hjá rollu og engin fréttir að því eða ekki sofa hjá rollu en allir halda á að gert það? Líklega ekki. Upp á sjónvarpsþættir? Messan. Hjörvar Hafliða er? Erlendis. Taparu fyrir mér í ískapastriði? Nei. Í hverju sefuru? Rúmi. Leður eða latex? Leður. Hvenær ertu æstastur? Núna. Hverju vinna HM? Ísland. Átrúna góðið þitt? Þetta er spurningar. Já. Messi. Hefur hort á klám? Já. Laus við öll meðsliða sem eftir er eða Ísland vinnur HM? Ísland vinnur HM. Já. Þar hafið þið það. Það er lambakjöt. Stella í Orlofi er uppáhalds bíómyndin. Hann sefur í rúmi. Hjörvar Hafliða er erlendis. United maður sem er yndislegt að heyra. Og þú myndir, eftir að segja, þú myndir ekki sofa hjá rollinu og allir halda á það gesta. Og tókst það frekar. Já. Myndir þú sofa frekar hjá henni það? Nei, það er ekki verið að spyrja mig hérna. Þú varst æstastur núna. Nei, þú svo hissa á svarinu mínu. Þú veist, það myndi allir halda að þú hefði sofið hjá rollu. Með þess að konaðin og börnin og allir í kringu. Það er bara allt í lagi. Þetta snýst um hvað ég veit. Hvað minnur, þú myndir horfa í augun á börnunum og veita sjálfur að ég gerði það ekki. Þau halda að hafi gert það. Halda það, en þau vita ekki um það. Hann er ekkert að fara af þessu. Það fer ekki af þessu. Svo laugstu, þú sagði að þú er ekki tapað fyrir mér í ískapastriði. Nei, ég tapaði kannski fyrir Evu, en ég tapaði alls ekki fyrir þér. Og svo myndir þið frekar vilja að Ísland myndi vinna HM eða þú verður heill í njánum og öllu. Já. Til að fórna sér. Til að fórna með fyrir landa þjóð. Enda toppmaður hér á ferð og það var komið tíma að hann myndi mæta hingað í stúdíóið og nú vitum við það, kæru Íslendingar, það er ekki það mikið vesen að fljúa á þessa leiki og Gummi Ben er sáttur með riðilinn okkar. Gummi, heiður að fá þig og við sjáumst í kvöld á jólagleði 365. Reyndu nú að drekka eins og maður. Já, bara haga eins og maður. Ekki trú nú fyrir skauð. Þarftu að fara að skoða þín mál líka bara. Ofurstinn er komin til byggða, klyfjaður af gómsætum kjúklingaleggjum sem er fullkomið að snæða í jólaösinni. Fata með 10 original kjúklingaleggjum fæst nú fyrir aðeins 2.490 krónur á KFC. Slys geta skert lífsgæði okkar. Við hjálpum þér að fá greiddar þær bætur sem þú átt rétt á. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Öll höfum okkar skoðun og erum vissum að hún sé svo eina rétta. Það skiptir þó ekki máli hvort það sé blandan mín eða blandan þín. Svo fremi sem það er Egils malt og appelsín. Opel Corsa er vel búinn og á frábæru verði. Taktu þátt í reynsluakstursleik Corsa.
Opel hjá Bílabúð Benna, Reykjavík og Reykjanesbæ. Bros merkir auglýsingavörur með þínu fyrirtækjamerki. Skoðaðu litríkt úrval á bros.is. Bros auglýsingavörur. Norðlingabraut 14. Þjóðin stefnir í yndislega aðventu, potturinn stefnir í 22 yndislegar milljónir. Yndislegt Lotto, leikurinn okkar. Fáðu heilmikið. Fáðu risastóran pakka aukahluta með Honda Civic fram að jólum. Já, og meira til. Honda vatnagörðum. Nei, góðan daginn. Erum með allt fyrir bíluðinn. Pálsen, skeifunni 2 og Hyrjarhraða 9. Púl fyrir alla. Biljardbarinn. Faxafenni 12. Saxofónar. Tónastöðin Skripolli. 5 í fötu. Það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það á þessum yndislega föstudegi. Það er komin desember. Komin smá jólastemning í liði, það nóg framöndan, það splungun nýtt föstudagslag hér eftir smástund. Sverrir Bergmann á leiðinni. Við erum að fara að draga í alvöru skellleiknum okkar og það ferð fyrir 2 á HM. Það leikur, hótel og flug. Þannig að við útskýrum það líka betur eftir. Og svo, við ætlum ekki líka að koma inn á það eftir. Það rosalega margir búin að spyrja af hverju að spilið ekki komið í búðir. Það bilaði lest. Það bilaði lest. Pælið því strákar. Við getum ekki róefnari. Það lest í Kína sem bilaði. Og þess vegna spilið ekki komið í búðir akkurat núna. En við útskýrum það eftir fyrir þetta bottom line, það verður komið fyrir jól. Þannig að jólaspilið í ári klárt. Við erum ekki að eyðileggja jólinu fólki. Nei, við gerum það ekki. En við útskýrum þetta betur eftir. En við ætlum eins og að fara hér í 9. dagskrárlið og talandi alvöru skella, þá þetta einmitt liður í þessu spili sem heitir Giskaðu næst og þá hendi ég hér 2 spurningum og sá ykkar sem næstur réttu svari, hann myndi fara 2 reyta áfram í spilinu. Og ég ætla að byrja á þér, Steindi. Og hvað heldur þú að lengsta nef í heimi sem að Tyrkin Mehmet Özerek með? Hvað heldur það að sé langt? Lengsta nef í heimi. Ok, venjulegt nef. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um Egil, maður sjá. Venjulegt nef. Sko, við erum að tala um venjulegt nef kannski svona 3-4 centimetrar. Já, ekki, 3 kannski. 3-4. Með semt á fólki. Sko. Hvað heldur að lengsta nef? Nei, hvað er ekki 2 centimetrar? Hvað heldur að lengsta nef í heimi sé langt? Lengsta nef í heimi? Ég veit að það fárlega langt. Það lítur að vera. Ég ætla að segja... Hann Mehmet Özerek með það, ef það hjálpaði eitthvað. Sem algjör meistari. Það toppmaður. Það toppmaður. Hvað mjög vel. Ég ætla að segja að nefið á hann sé 22 centimetrar. 22? Ég ætla ekki að hlæja að var óvart. En hann með niðurnelt svarið, ekki? Hann búin að bóka svarið sitt. Það getur. Hvað meinur? Er það bara alveg fárlegt það? Hvað heldur hann sé bara með nefnir og titlingu það? Það eitthvað rugglaður. Hann sagði... Ég þarf aðeins að endurskoða þetta. Nei, fast. Hann sagði 22. Eins og í spilinu þá hefði að skrifa þetta niður. Það staðfest. Ef að venjulegt nefnir svona 2-3 heldur hann sé með 22 centimetra. Þú ert eins og Rikki skeitin í síðustu viku. Ég að skýta á mig, ég finn það. Þetta 22 centimetra. Þetta getur... Nei, það fast. Ég var að spá í... Ég var svona velta mjög þetta að segja 5 eða 6. 5 eða 6? Veistu hvað það langt fyrir nef samt? Ég sagði 22. Já, það sem... En þú verður alltaf nær hvort er. Hvað giskar þú? Ég segi 5. Það er 8,8 centimetrar. Já, ég var tölvöld nær. 22 centimetrar á nef. Veistu ekki hvað það er langt, Steinþór? Það er næstu 3 ásunum það sko. Herðu, ok, en þá er það seinni spurningin og þá byrjar Egill sem að geta bara hjálpa Steinda kannski eins, þá er hann ekki fáránlegt svar. Enginn getur snúið fleiri húlahúp hringjum í einu en hún Marva Ibrahim. Hversu mörgum getur hún snúið í einu? Oh, shit. Hvað getur hún verið með marga húlarringi sem að snúast sko, hún með, ég segi sem svona kannski 6-7 hálsinum, hún með auðvitað 10 og sikkur löppinni á sikkur hendinni kannski 30-40 stykki, sen með þetta á kviðinum 140. Hvað segir þú, Steinþór? 140? Það er ómikið. Ég ætla að segja að hún sé búin að hlaða á sig 74 ringjum.
Það eru 200 stykki 200? Þú ætlar ég að pakka það saman eins og leik Pakka þið saman hér í Giskaði næst Ég klúðraði þessu með 22 cm nefinu En svo bara því þetta á sama spjaldi sem sagt í spilinu alvöru skellur þá á sama spjaldi Giskaði næst og hvort myndi ég sem líka mjög skemmtilega liður Ég ætla bara að spyrja ykkur í lokin hvort myndi ég frekar vilja hætta að syngja eða hætta að dansa það sem eftir ræfinar hvað myndi þið skrifa eða vera að keppa Nei, ekki hvað þú myndir vilja frekar Já, hvað þú myndir Hætta að syngja, hætta að dansa Það er mjög auðvelt, þú kannst að syngja Falskasti maður sem ég heilt Það er bara þannig Já, þú myndir alltaf hætta að syngja Það er fínt dansari, ég sé það á gólfinu og biffanum Ég myndi hætta að dansa Það ljóma vel No More Sad Song, það er ágætist titill á lagi En við erum konum með góðan gestinga í stúdíóið og þessi góður vinu þáttanins hefur ekki mættinga lengi hann heitir Sverrir Bergman, ertu velkomin Swears to mouth Yes Hvernig ertu? From the south, ég góður, en þið? Það er ansi langt sem við vorum með nýtt föstudagslag Já, það er komið tími og ærin ástæða til Ekki spurning Ég er loksins búin að ná að draga það upp á svið Ærin ástæða til? Já Þetta er frá Húsavík Nei, ég er frá Söðakorki Þar tölum við íslensku og förum nokkuð vel með það Þú ætti kannski Hætt að tala svo hálfið Það var bara eðlilega En það er ærin ástæða til þess að vera hendi í gott lag núna Já, það eru tónleikar með föstudagslögunum Ég er búin að væli þið lengi að gera þetta Já, og við ætlum að gera þetta Já, og það er bara komið á hreint Og meiri sagði miðasala hafi núna inn á miði.is Var að fara í gang núna klukkan 4:30 Já Þannig að þetta er 50daginn 25. janúar í Bæjarbíó í Hafnarfirði Já Og föstudaginn 27. janúar á Græna hattinum á Akureyri Þannig þið ætla að lífgu upp á svona janúar þunglitu af fólki og skemmta þið Já, ég er ánægð með það Það er endalust á jólatónleikum í gangi Það vantar svolítið janúar tónleikana Vantar eitthvað í þunglindinu Já Þannig að ég eiginlega lofa líka Ég þóra að veðja Ég er búin að veðja við Sverrir að það verður uppselt að báða tónleikana í lokkvöld Þannig að ég myndi fara inn á miði.is núna Þetta er ekki nema 200 eitthvað sæti á sikurnu staðnum Þannig að ég myndi sæti Ég get ekki staðið fullur og reiður hérna. Ætlar að standa og dansa við föstudagslögin Það er svona í rólegri kantinum Ekki öll Fólk verður bara að fá að vera eins og það er ekkert ef eitthvað vil dansa þá er það allt í lagi Þá bara stendur þú upp og dansar Þá bara kemur upp og góða på svið Ef ég þarf að sitja og komin í gýrin Ég standa upp og dilla mér En hvað er annars að frétta Swears to Má fólk gera hvað sem er þarna, má bara standa upp og dansa Akkur ekki Ég meina mætti ég bara standa upp og poppa með örbylgjupoppur Mætti ég bara gera hvað sem er þarna Hann var að segja það Ég er mjög ánægð með það, ég mæti Það er lélegt, þú myndir ekki með það Þú ert nú í þættinum Það hvort að við taka Akureyri eða Reykjavík, það er stóra spurningin Akkur tekur ekki bara bæði Vá Ég kynir hann, ég verð á báðum stöðum Já, raskinnir Ég verð raskinnir þetta Þessi var góður Þessi var ræðislur, en þetta var bara svona óþægilegt Ég þurfti að rétta bara mér og bara þessi var ræðislur Þetta er lélegasti brandari sem heimið En hvernig er helginni á Svessa? Hún er góð maður, ég er gaman eitthvað í kvöld og dúllari og svo er ég að fara til Bolungavíkur annað kvöld Mættalega að syngja þá Já Hvað er að gerast á Bolungavík? Það er jólahlaðborð Hann fer ekki að hanga sko Í Bolungavík, segir maður á eða í? Á Bolungavík Er það? Á Bolungavík Ég held að það sé í Já, alveg svo segir Reykjavík Þú segir ekki á Reykjavík Svo er það fyrir eftir hvernig þú ert sko Það eru rosalega fyrir breystverði Þú erum svo gaman Það er það sem gerist þegar maður fer úr FM-stúdíun og eldist maður Þú byrjar að haga hann eftir alveg En svo aðeins ég komin í spjallinu Lennur ekki að minna okkur á hvað við erum gamlir Því við erum ennþá í FM-stúdíun Erum við búin að eldast rætt sér að fóru úr FM-stúdíun Rosalega Þetta færist yfir maður bara Hann er byrjað að spila hvort maður segja á eða í Bolungavík Hvaða tölvleiki spilar þetta? Að spila Larry? Ég er að spila kott, ánægði þú Ánægði með Ertu ennþá fastur í Destiny heiminum? Nei, Destiny er dautt Það er ákveðið sorg sem fylgir því Er Destiny dautt ákveðið? Já, bara það er skítu Destiny 2 skeitt Það er ekki bara jákvætt fyrir þig og alla í kringu þig? Alls ekki Þá getur verið með okkur í okkar eigin heimi Hver nefnir því? Það er nú skemmtilega að hafa þig hér heldur en í Destiny veröldinni Ég meina, hvort myndir þú vilja vera á Planet Earth eða Mars eða Venus og eftir? Já, vera vörður Já, vera vörður Í einhverju tölvuleik Nei, þú mætti ráða Hvort myndir þú vilja vera Öddiblöðin í FM-stúdíunni eða vörður á Mars? Öddiblöð í FM-stúdíunni En við ætlum að spila hérna núna nýjasta föstudagslægið sem er einmitt í tilefni af tónleikunum og ég minni fólk á að fara núna inn á miði.is og þar sjáu þið upplýsingar þetta á Akureyri og í Hafnarfirði núna 25. og 27. janúar Svessi, alltaf gaman að fá þig En við skulum fá hér nýjasta föstudagslægið og það heitir ekki Rise Up eða? Jú Tekum á þessu Við rísum upp Já, rísum upp fyrir Íslandi You're broken down and tired, living life on the merry-go-round, and you can find a fighter, but I see it in you
so we can work it out and mountains, we can work it out and mountains. Now rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, he'll do it 1,000 times again. When the silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe, and I know you feel like dying, I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, he'll do it 1,000 times again. Hæ, þetta Sara Unique. Stelpur, þið fáið jóla- og áramótafötin hjá okkur. Unique, Kringlunni og unique.is. Láttu freistinguna eftir þér. Háberg möndlur með dökku súkkulaði, möndlur með karmelu og sjávarsalti, gómsæt freisting sem bragðir af. Jói P. og Króli, Hildur, Jón Jónsson, MC Gauti, Úlfur og Seastone á meðal þeirra listamanna sem koma fram á jólahádegistónleikum Fabrikkunnar í desember. Sjáðu alla dagskrána á Facebook síðu Fabrikkunnar og tryggðu þér borð í tæka tíð. Hamborgarafabrikkan. Þessi reykskinneri að verða batterislaus. Forðastu þetta hljóð eins og heitan eldinn. Duracell rafhlöður endast lengur. El Santo kynnir 2 fyrir 1 af öllum koktelum milli klukkan 22 og 1. 50 til laugardaga. El Santo Hverfisgötu 20. Geysir heima nýtt og glæsilegt heimili fyrir heimilis- og gjafavörur Geysis með gæðin sem þú þekkir, en einnig nýjar vörur í nýjum húsakynnum okkar á Skólavörðustíg 12. Við opnum í dag klukkan 17. Geysir. Það 160 miljónar risapottur í getraununum helgina. 1x2 við tippum. Remington hefur framleitt gæða, skegg og hárvörur í rúm 80 ár. Remington, merki sem þú getur treyst. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. It's you in your world and I'm caught in the middle. Spurningakeppni Gilsarans, við erum með íslenskt slúður líka hér eftir smástund og nýji dagskrárliðurinn hver líklegastur. Þannig að það nóg að vera, búið að vera góðu gestagangur. Þökkum Sversa Kella fyrir komina. Manswes. Já, geggjað lag, Rise Up hjá honum. Manswes. Pítsöngari Manswes. Hann kann alveg að syngja, við erum að gefa honum það. Og hann gamer líka. Já, hann a gamer and a singer. En já, ætlum við ekki að láta fólk vita núna af leiknum sem í gangi? Ég ætla að uppdata þjóðina. Sko, þetta líklega, já, þetta leikur upp á, við getum sagt halva kúlu, vantilega. Örugglega meira. Sko, örugglega meira. Þegar sko, það verður dýrt að komast úr Rússlands, það verður dýrt að vera á hóteli þarna. Miðnarleikirnir, þetta verður dýrir miðar, það allt dýrt þarna. Það verður dýrt. Háðu verður dýrt. Við erum að fara að gefa 2 miða, bæði flug, hótel og á leik. Já, það verður einhverju heppnir þarna sem fá sjálfsögðu spilið álfur skellur. Já, sem næstu jafngóð gjöf og ferðin. Ég myndi segja að það væri erfitt að velja milli spil eða ferð fyrir 2 á HM, flug og gisting. Þetta erfitt var. Ég ætla að útskýra fyrir þjóðina hvernig fólk tekur þátt. Þetta nefnilega ekki flókið. Okay. Þú ferð á Facebook síðan okkar, facebook.com/skellur. Og þú bara lækar færsluna, það tekur þig hálfa sekundu. Getur takkað vini hvernig þú vilt taka með, það ekkert möst, þú getur gert það. Síðan nærði kassappið, sem tekur þig 20 sekundur. Sendi rukkun á kass, þá gerur bara notendanafn, skrifa kass í notendanafn, sendi rukkun á þá 2018 krónur. Það kostar þess að 0 krónur að rukka á. Já, þetta bara svo farið í pottin. Já, og þegar þú er búin að senda rukkun á kass 2018 krónur, þá ertu komin í pottin. Það einast að gera, lækaðu fæslan í okkur félagunum, handrukkaðu kass 2018 krónur, and you're in the pot. Það ekki flóknar. Pæli, sko, það frítt að taka þátt. Það frítt að taka þátt. Þannig að að gera, það einhverju 2 heppnir. Og það allar upplýsingar inn á facebook.com/skellur. Já, líka par. Hvernig ætlaðu að draga út?
Við ætlum að draga út 5. des. Það er 1. des, þannig að það er stutt í að við drögum út félagarnir. Og við að félagarnir ætlum að draga út. Kannski live á snappinu eða live á Facebook eða eitthvað. Við ætlum að þetta verður út að líklega veglegasti gjafalegur sem við sést á Twitter og á Facebook í Íslandi. Allavega frá okkur, það er nokkuð ljóst. En sko, svo við skulum bara klára allan hann að pakka hérna núna varandi spili líka því að það er endalaust að senda okkur að hverja spilið ekki komið í búðir, við sögum þeir eru komið í búðir núna. Já, það áttu að vera komið í búðir. Já, við lentum í því hérna trúðarnir að lestin okkar, ég bara trú ekki eins og ég segi þetta, lestin bilaði í Kína. Það er ekki okkur að kenna. Pæli því, sko, spilið okkar núna fast í lest í Kína. Hvenær bilar lest? Það er ekki svona 50 ára fresti sem lest bilar. Já, það er 2017 líka. Akkur er þetta bara eins og þessi vilt að vesturinn er gett að gera við lestin og hún heldur áfram. Nei, lestin bilar og það tekur 3 daga að laga hana, þá missum við að bát sem spila átt og þetta er bara ótrúlega. Ef að blöð var lestastjórarna, það rifir svo ofan, hensir undir lestina með skrúleikil and fix the goddamn train. Ég get ekki skipt dekk, Ötti að laga eitthvað. Heldur ég sé bara á Steven Seagal í Under Siege 2 bara að laga lest. En málið er til þess að uppdata samt þjóðina, nú er allir í paniki og þú gott að spili komið fyrir jól, þetta er jólaspilið ár. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að senda einhvern hressan Asíubúa inn í lestina til að sækja 1000 spil fyrir okkur. Við sendum það með flugvél sem kemur í næstu viku, þannig að 8., 9., 10., sérst helgin eftir viku, þá verða svona 1200 spil í búðum sem hverfa fljótt. Og síðan mæti báturinn 12. 13. des og til að tölum hrein í íslensku þá er það 10 dagar til jóla. Þannig að það verður svolítið tempo hérna síðustu að. Við getum líka, ég líka aldrei að hlustendum. Ég ætla bara að segja það núna, við vissum ekki hvort við ættum að segja frá þessu eða hvernig við ættum að hafa það því að við erum búin að vera svo stressaðir. Þið geta ekki ímyndað ykkur hvað við erum búin að vera stressaðir. Við erum bara að reyna að vera að hafa samband við eitthvað lið út í Kína hvenær þetta komi og núna þetta kemur 13. des, það er eiginlega staðfest. Já, þá kemur skipið. Og þannig að við munum tilkynna það, en það koma 1000 spil næstu helgi. Já, og við ætlum að uppdata fólk bara á Facebook síðunni, þessi 1000 spil, hvert fara þau, í hvaða búðir. Við ætlum að uppdata fólk á Facebook síðunni og á snappinu. Nefnum að komið gata bátinn. Báturinn sekkur, þá bara fyrir að fylla í fyllan og þetta er búið. Já, við munum keep you informed eins og ég segja og þannig að spilið er ekki komið til landsins en það kemur í næstu viku fyrir sendingin. Og kannski bæta líka við að því að það eru mörg fyrirtæki sem eru alltaf að heyra, sko, það er hægt að senda, það er bara rétt að kasta fram, en það er mikið af fyrirtækjum sem alltaf spá í að gefa starfsfólki jólagjafir og búið að vera að tala mikið við okkur. Það er langt best að senda mail á álfurskellur@gmail.com álfurskellur@gmail.com fyrir starfsmennum í jólagjöf. Eða bara auði@fm.is. Já, bara vesenar að maila okkur eða þá við auði@fm.is, eitthvað besta fokkin mail sem ég hef heyrst. Já, þið getur sendað það. Akkur ég ekki með gilsi@fm.is. Það við varum bara verktaki hérna. Já, góða punktur. Herru, hér eftir smástund, spurningakefni gilsarans. Vinnur okkar Justin Bieber, þá voru bæði búin að spila Selena Gomez og Justin Bieber í þættinum. Það er ekkert eitthvað tengt því að þau séu að byrja aftur saman. Þetta er bara vinsælustu lögin hér á FM. Hvar er Steindi núna? Hann er að reykja. Þetta er mjög einfalt. Ef að við erum komnir inn félagarnir núna í beina og hann er ekki við hliðin á mér, þá er hann að reykja. Já, við erum að taka svitaskeinu sem að ég veit ekki hvort er verða. Er eitthvað möguleiki fyrir að þú segir aldrei aftur orðið svitaskeina? Hvað þarf ég búin að leggja inn á þig til að segir aldrei aftur upphátt svitaskeina? Prófað að skemmta með fíblunum all land. Hann er alltaf aðeins og hann er að gera með rugglan. Það er ekkert eðlilegt að ferðast með svona. Hann segir við þig, hörru, ég ætla að fara að taka eina svitaskeinu. Þá er hann að fara á salerni, gera henni verið sig, tilla sér á salerni, skeini sér og ferra aftur út. Ég held ég hafi ekki heyrt neitt ógæst. Þetta er einhverjar öryggisráðstafanir hjá honum. Ef hann skildi vera með eitthvað líka til að losa svita, ég næs ekki. Sem betur fyrir hann að married man, sko, því að hann var á lausu og þetta myndi hit the streets. Þú veist, það myndi kaupa upp alla flöskunar á biffanum, það er ekkert að gera hjá hann. Ég myndi heldur Arnar Gunnlaugs að henda í svitaskeinu. Nei, ég get lofað því, hann er ekki því. Hann myndi aldrei segja, hann har aldrei sagt þetta orðið uppátt. Nei, þetta er líka þegar þú segir það, þá er ég að fatta hvað þetta er ógæstlegt orð. Viðbjör. Ég bara, með einhverja kastu. Hvað er hann samt? Þetta er subbu orð.
Svitaskeina, já, ég myndi segja það. Við ætlum að fara núna hér í dagskrárliðin hver er líklegastur og það vantar bara steinda, svo er spurningakefni Gilsana svo eftir og íslenska slúðrið. Hvað, við þá bara að byrja þetta 2 eða? Viltu öskra á hann? Ég var að logga minn á... Þarna kemur hann hlaupandi, gerpið. Ég var að logga inn á Facebook síðan okkar, leikurinn komin á full swing. Full swing, en velkomin aftur. Takk fyrir. Við ætlum að fara hér í dagskrárliðin. Hvort varst taka svitaskeinu eða reykja? Ég var að taka piss og einu skeinu í viðkynna. Bæði? Já, bæði. Hver er líklegastur? Nýja dagskrárliðin okkar sem við byrjum á í síðustu viku. Og Steindi, þar sem að þú ert nú nýr í þessum lið, þú er aldrei spilað náður. Nei, en þekkjan vel. Já, Rikki var hérna í þínu sæti síðast, þá mátt þú byrja. Það er mjög skemmtilegt og mikill heiður og ég er með spurningu klára. Og ég bara, viltu við fá hana beint í andlitið núna? Já, svo ræður þú hvor okkar á svar undan. Við getum þurft að búið til trailer fyrir þennan. Já, getur dott inn. Ok, ég skal byrja. Og þetta er hérna í spilinu, það ekki? Nei, þetta er ekki í spilinu, en gaman á skildir taka þátt í að búa spilið til. Þetta er ekki í spilinu. Ég er bara fórhundin. Þetta ætti að vera í. Herru, hver er líklegastur af okkur 3 til að deyja fyrstur? Þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Finnst þið það skemmtilegt? Ég er gaman að þessu. Deyr fyrstur? Já, ég meina, ok, þetta er bara sko, þetta er stór og erfið spurning. Já, mér er bara svo vongt að hugsa það. Já, sko málega, ég fór að hugsa, þið eru aðeins eldri. Það getur verið vesen fyrir ykkur. Hvað er það, 4 ár? Já, það getur verið svolítið vesen, sko. Egill er að taka, Egill, þú náttúrulega ert... Já, ég veit svarið mitt. Veistu svarið? Já. Hvað minnum við strax? Áttu ekki bara að spurja okkur og við erum að svara? Já, bara að spurja. Nú, á ég ekki svara? Jú, líka. Já, þú veist að allir að svara. Hver á að svara fyrst, þú ræði því? Já, víst að þú varst komið með það, máttu þú kasta þig fram? Ég held að þú degi fyrst. Hæ? Já. Hvað meinar þú? Þú reykir. Nei, Við vorum upp í hjartavendun daginn, þú varst yfir í öllu, kóleru og stölu og öllu, allt svona er ekki hjálpað þér. En það var sparkirasinn í viðurkynna. Já, eins og staðan í dag, þá ert þú líklegastur. Nei, af hverju heldur það? Ég var að segja það. Ætlar að halda við þetta svar? Já. Ég er yngstur. Lokasvar. Ég er afmæli í desember. Já, hvað máli skiptir það? Hvað heldur þú, það er ekki fyrstur á þetta afmæli í des? Ég er næstum því fættur 1985. Herru, ég er búinn með mitt svar, Egill. Sko, þetta er eðlilegt svar við tökum inn alla áhættu þætti. Ummáluðu kvið, reykingar, óhófleg drykja, spila fíkn, allt þetta. Þá er þetta bara, ef við tökum þetta allt inn í einn pakka, þá er allt bara auðvitað er að Steinþór. Þetta er bara segið sjálft. Þetta er ekki skynsamlega spurningi það. En byrju, en hérna það hættulegtu fytuna, kviðfittan. Já, ég veit að eins og Öddi, hann er stressaður eðlisvari. Það fer ekki vel með. Já, ekki þú, stressaðasti maður sem ég kynst. Já, það fer alls ekki. Já, en nei, stressið er the silent killer. Já. En, þú mátt ekki gleyma því, Steinþór. Það talaði stressið sem the silent killer. En þú mátt ekki gleyma því, Steinþór. Hann bætir það upp með frekar góðum matræði. Svo ert þú líka ekkert eðlilega stressaður. Sko, af öllu svo þetta að gera á reykingarna vestar. Bara sorry ég spurði. Nei, þetta er leikurinn og gaman og skildir hendi þessa. Ég ætla að taka næstu bara. Hver hérna af okkur 3 er líklegastur til að taka upp sjálfan sig í rúminu? Hvað meina í rúminu? Hvað meina í rúminu? Já, þú veist, sjálfan sig aleinan eða með einhverjum öðrum eða? Já, bara annarkort. Ég er ekki að tala um sér einn við í tölvunni í Pac-Man, sko. Það vart að vera að gera eitthvað annarkort einn eða með konunniðinni eða vinkonu eða eitthvað. Ég er komið með svarið. Viltu þú ekki bara byrja? Ég held að það sé þú. Ég? Já, ég myndi ákveða það. Nei, ég er svo nájaður maður. Ég myndi viðurkenna fyrir hlustendum ég hef gert það. Ég hef aldrei gert það. Já, ég er ekkert að segja þú þurfur að gera það í kvöld, sko. Ég er einhverjir fyrstu til að horfa á það, ég myndi gera það. Það verður þú. Nei, en þú veist, ég meina, þú veist, ég bara, ef þú ætti kæristu og væri eitthvað að duttast og ég geti svona trúa þér til að rífa upp síman og... Í alvegni? Hendi smá myndband. Er það ekki? Ég meina, ég veit það ekki. Ég ætla að, þetta er þitt svar og þín skoðun og þú er rétt á þenni, en mér finnst þetta mjög fjarri mér. Þú meinar? Veitu, hvað hefur þú sagt? Egill Lennastur. Ég náðu ekki eins að svara minni spurningu á hann. Já, hver fannst ég líklegast þetta degi fyrst? Þetta sé ekki bara ég sjálfur. Sko, þetta er rosalega, sko, þetta er erfið spurning. Já. Sko, fyrst poppaði bara Steinþór, poppaði strax. Já, málið það, þegar ég var á klósettinu, voruð þið ekki búin að ákveða að láta mig fá allt? Nei. En ég með þetta fyrst ég hugsaði. Síðan þegar ég heyrði svarið þitt, þú veist, hann er grallari, sko. Já, hann snáðast ofta eitthvað. Hann er prakkari. Þú ert ekki snáð. Það er eitthvað rugglar. Og ég get alveg svona þér og ég fór að hlusta þig. Þú sagði eitthvað svona, já, ég tökum síma, förum ég eitthvað, hendum ég eitthvað rugglina. Já.
Það skiptir með skoðan, ég segi blöð. Ég segi Egill. Og hann risaðalega með tækni þannig að það myndi fara beint á okkar skí og það myndi fara út allt bara ok, má ég svara líka? Ég segi Egill sé líklegastur. Þannig að enginn sammála. Já, það enginn sammála. Nei. Jú, þitt voru sammála mig. Já. Þá var síðast spurningi, þú varst með hann Egill. Já, hver líklegastur til að enda fullur á aðfangadag? Rosalega horfðu þið báður á mig. Steinþór allar það. Það er 100%. Af hverju ég? Af hverju þú? Það er bara, þú ert í einhverjum jóla... Ég ætlaði að segja þú. Nei, mesta jólabat sem þú hitt. Ekki meir en ég. Jú, þú ert ekkert jólabat. Ég er mesta jólabat sem þú getur hitt. Ég á afmæli í desember. Þú væri líklegastur okkur þrem til að vera ofurölvu á Nei, ég... Þá er ekkert að tala um setni í bæ á B5. Þú ert bara heima hjá með fjölskyldinu, mökkaður í einhverju ponsi. Mökkaður í einhverju ponsi? Sko, blöð er rosalega mikið jólablöð. Ég baði hann einhvern tímann að koma með mér á, ég held að vera þorláksmessa, ef ekki fara og fá okkur 2 með mest, auðvitað var rugglaður og var þunnur aðfangadag, og bara las yfir mér. Ég drekka aldrei á korkið þorláksmessinni aðfangadag, það er bara ekki sjans. Og því náttúrulega, Steinþór hatar ekkert sopan, eins og þjóðum veit. Ég dýrka heldur ekkert, sko. En sko... Þú veist, ég myndi bara segja ég væri mjög... Og þú ert að gamer. Ég er á eðlilegum stað, en ég gamer. Já, ég sé fyrir mig, þú ert búin að setja headphone-in á þig. Já, þú ert að tala við Sverri, hittum hérna bara hvernig klettin og drifum hennan gæja, mökkan. Þannig að ég held að sé Steinþór. Hvað er þú sagt, Steindi? Já, sko, ég náttúrulega vissi ekki þetta sem Egill var að segja með þig og þú væri svona rosalega ákveðin í að vera edrú og aðfangadag og þeim sem þurfa að vera svona rosalega ákveðin í því, það er náttúrulega vesen þá þarftu náttúrulega að skoða þín mál. Nei, bara því ég vil ekki drekka á þorláksmessu. Já, það er bara eðlilegt. Það er þá að skoða mín mál. Ég held að þú ætti bara að fara að skoða þín mál þarna fyllibita. Það er eðlilegt að við. Vissir þú að æskilegt er að skipta rafhlöðu í reykskynjara að minnstakosti einu sinni á ári? Notaðu Duracell. Endingar bestu rafhlöðunar. Hinn árlega jólahátíð fatlara fer fram 5. daginn 7. desember á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 20. Margir af flottustu listamönnum þjóðarinnar koma fram. Latti, Dimma, Heiða Ólafs, Sveppi, María Ólafs, Jónína Aradóttir, Geir Ólafs, Þór Breiðfjörð og margir fleiri. Sjáumst 5. daginn 7. desember á Hilton Reykjavík Nordica. El Santo kynnir 2 fyrir 1 af öllum koktelum milli klukkan 22 og 1 50 til laugardaga. El Santo Hverfisgötu 20. Sérhæfð varahlutaverslun fyrir atvinnubifreiðar og tæki. Vélanöst Álhellu 8 Hafnarfirði. Vélanöst.is. You don't know what you're talking about, so shut your fat hole! Paramount Pictures kynna jólamyndina í ár. Daddy's Home 2. Frábær jólagrínmynd með Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson og John Lithgow. Daddy's Home 2. Komin í bíó. Hæ, þetta er Sara Unique. Stelpur, þið fái jóla- og áramótafötin hjá okkur. Unique, Kringlunni og Unique.is. Alvöru skellur. Mamma mín vil meina að þessi skemmtilegasta spil sem hún hefur spilað. Hún fyrir ekki að byrja að ljúga mig núna. Hún vil reynda líka meina í sér snóðaðar en ekki sköllóttur. En það er annar mál. Alvöru skellur, væntalegt í búð. Það eru súpudagar á Lokal. Mexíkósk kjúklingasúpa á 500 kall. Þið þekkið þetta. Við hlökkum til að sjá ykkur. Þú klárar allan jólagjafalistan hjá okkur. Bíkó. Gerum þetta saman. Vissir þú að í dýraríkinu Holtagörðum er eitt glæsilegasta úrval landsins af gæludýravörum, Dýraríkið, með þér síðan 1979. Brúðarkjól, kartöflur, borvel, reyktur lax, veiðistöng, allt má finna í Kólaportinu, lifandi markaður í miðbænum. Í Selected færðu fallegar jólagjafir fyrir hann og fyrir hana. Selected Kringlunni og Smáralind. Hátíðarborgarinn er komin. Á Dirty Burger and Ribs, Austurstræti, Gnúðavogi og við Miklubraut. Tryggðu þér raunveruleg gæði í endingagóð eldhústæki og innréttingu hjá Eyrvík. Vertu velkomin í Verslun Eyrvíkur, Suðurlandsbraut 20. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Kiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Has this been going on? You've been creeping around on me. Now you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it
Ég verður ekki að minnst þetta ekki flottast að lægja á stöðinni. Það heitir How Long með Charlie Puth og verður ekki spila aftur í þessu þætti. Það er ekki spes. Ég er bara að hendi eitthvað. Ég ætla að koma agli óvart með næsta lag. Hendur sem bara út úr forrættur. Já, hvað er óvart? Nei, ekki það ekkert. En talandum eiginlega þá er komin tími á spurningakeppni Gilsara. Það er búið svo mikið að vera hérna hjá okkur að hún er búin að sitja eins á hakanum. Hún er oftast 5 Það er svo, ég er brakandi fest Íslands lúður eftir líka. Já, enda hálftími eftir að þættinu. Það er rétt. Egill, ert þú tilbúin? Hvað ástættur að tala um? King of Christmas, bara strax fyrsta des. Og það er ekkert að býða með það fram að síðasta þætti fyrir jól. Nei, það er alltaf DS og þú veist. Já, ég ætla ekki að fara að stjórna þessar spurningar. Núna er í lagi að skreita og þú veist, sem er ekki byrjað fyrir hálfumánuði, sko. Já, hvernig leit stofan hans að þrút? Nei, við skoðum hættum því, drengir. Komið gott að því bara. Fólk getur séð það á Twitter hjá mér, hvernig stofan er eitthvað lítur út. Ok. King of Christmas. Ég er með 8 spurningar. Vill maður vinna þetta? Já, það get ekki. Við það að jólabann. Verður hreinskili með þetta? Vill maður vinna þetta? Já. Ok. King of Christmas. Já, ekki byrja bara. Já. Ertu búinn að skreita eins og Ríkharð? Nei, það er komin seríað utan. Þú veist, með fram rennunni. Já. Þá varstu, eitthvað sem þú settir ekki upp sjálfur. Ég sett hana ekki upp sjálfur. Hvað bara sem húsið á? Já, þetta var einhver feskarni í húsinu sem hendi hennu upp. Ég þarf eitthvað svoleið, sko. Já, en það er komið svona, ég keypti jólakaktus, en ég er ekki byrjað að skreita svona viti. Hann var ekki punkt fyrir kaktus. Nei, þá get ég líka bara sagt, ég er með jólabjór heima hjá mér. Það er tala um að skreita. Það er jólabjór heima hjá sér. Tala um að skreita? Já, skreita almennilega. Ekki kaktus, ekki jólaskraut. Hvorur? Nei, engin punktur. Hefur þið fengið vodkaflösku í skóinn? Vodkaflösku? Bara foreldrum mínum? Þegar ég var barn? Ég veit það ekki, bara... Þetta er rosalega skynningsmynd. Ég er ekki, ég fæði ekki í skóinn og ég var ekki byrjað að drekka þegar ég fekk í skóinn. Það hefur verið voðalega skrítið. Ég held að bara ég hef verið tekin af foreldurum mínum að vera að gemma vodka í skóinn. Þetta er bara pappið að bara komið heflaður heim. Svona litla sem að fer upp niður í flugvélar. Svona míní? Mínísör? Nei. Ekkert svo leiðis. Hvað ertu brjálaður? Nei. Ertu King of Christmas og þú fær vodka í skóinn? Vodkaflösku í skóinn. Já, nei. Allar horfa á Die Hard jólin. Já. Yes. Allar bara Nei, ég sé takk bara 1. Ég sé takk 1 og ég blev 2. Það er jólalega að það er 1. Já, ég held ég sé. Tek líka Home Alone. Christmas Vacation og þess að helstu. Allar að hendi jólarhristing þessi jólin. Var þetta skrifuð spurning eða? Já, ég er bara með 8 spurningar. Allar að hendi jólarhristing. Hvað áttu við? Það kemur ekkert óvart að dittin einn hristingur í desember en ég veit ekki hvort ég ætla að skýra hann jólarhristingin. En ef ég fæ punkt á það, jú, þá skal ég bara kalla hann það fyrir þið. Heimska flón. Veitu, er þetta viðurkenna þetta og ætla að henda þér í jólarhristing? Hvað er að gera þetta? Ég ætla bara að fá punktin. Fá punktin? Ég kom með stig. Já, ég hugsa ég sleppi því að hendi jólarhristing. Ég ætla að reyna eins og ég get að hafa konuna involverað í þessinni mínu en ég lof engu. Já, þú ert náttúrulega bara svona einhleipa. Nei, bara getur ekkert Ég veist þá stendur vilja fara í næstu spurningu getur ekkert verið að eyða þessu í vikunni. Nei, ég meina hvað þetta stingur upp að ég hendi jólarhristing bara meðan dag og svo reyna að kíkja á konunum kvöldi. Nei. Þannig að þú ætlar að láta það eigast þessi jólin. Það er náttúrulega, það er ekkert hægt að svara þessu. Hvað vitleysa er þetta? Þess er bara fínt að svara þessu bara strax og þá hættan hann að bögga mann. Ég sagði bara já, ég fekk punkt. Já, 200 blöð. Já, ég bara til hamingjublöð. Ég vona að verið 3-1. Ætlar að vera fullur jólin? Nei, en desember ég nótt rætta þá nástaðan fyrir að janúar blöð byrja á sinni tíma. Mikið í gangi? Já, desi er blöytur eins og í kvöld, það er jólahlaðbor í kvöld og það er jólahlaðbor á morgun, þetta er viðbjöður. Það verður frekar þurr des. Ég held að það verði... En ég ætla ekki að vera fullur jólin, per se. Ég held að það verði svona eftir miðja mánuð held ég að taki við ákveðs þurrkur, já. Okay. En svona kannski fyrirbart mánuðarins geti þetta verið smá svona. Já. Hefur þú hlust á Muscle Bells í Svefnherberginu jólin? Hvað lag eftir þig eða ekki? Jú, Nei, hef ég aldrei gert.
Sko, ég held þetta sé punktur af mig því að þú sendið mér þetta á sínum tíma og þá var ég að hlusta á það í tölvunni minn upp í Hann á ekki við það sko Hann ekki að tala um það Nei, ok, ég ætla ekki að hlusta á það núna í jólin Nei, hann ekki heldur að tala um það sko Ég fatt Í septemberginu, þú veist Þannig að tala bara Nei, ég er náttúrulega að gleymi hvað varst mikill pervert alltaf Nei, það hefur ekki verið á hjá mér Hann er að spyrja okkur sett með dömu í rúminu og setur á Muscle Bells lægið jólin, sem er svolítið jólalegt Ég held að sé meiri líkur um þið vilja lenda í bílslýsi Það er næsta spurning Voðalega er þetta eitthvað Voðalega þetta þurfti þér í dag Að þýð, hvað stæðin 2-1 Bara vodki og allt eitthvað svona Er þetta bara fyllir í og eitthvað svona Hvers konar jólabarn ertu? Sástu þegar þú varst lítill eins og segir í laginu mömmu þín að sofa hjá Jólasvein Það er sagt kissa Það er sagt kissa Jólasvein Já, það veit allir samt sem eru með greindarastölu að það verður að tala um allt annað sko í lagi Er það að spyrja mig hvort ég hefði séð mömmu mín að kissa Jólasvein Vesunast eitthvað í svenga Þú bara segja mér fréttir sko Ekki vera hvetja Ég held að allir kveikt á Ég hef aldrei Ég held að það væri barnalag Ég held að það væri bara að mamma kisti Jólasvein og kinnina Ég hef ekki séð mömmu mín að kissa Jólasvein Við erum ekki með það Ég held með þess að pappi mín hafa aldrei klætt sig upp en Jólasvein Þú er ekki hugmyndu það? Já Ég er að tala fyrir fram að mig Heimska pík Reyndu nú einu sem að koma höstum aður úr ræsunum Það kemur samt ekkert óvart ef hann hendur einhvern veginn í gallan sko Þú þekkir Gilda Blöndal ekki neitt, þú veist það ekkert Nei, bara svona ef hann er í gýr Búið með 2 Þetta er nei hjá mér Já, þetta er nei hjá mér líka Ég hef aldrei séð mömmu mín að vera Voðalega, þú lítið jólabat út með 1 stig Já, þú veist það, ég fegin Þú ert í alveg ekkert eðlilega lélegur í þessu leik Já, ég vill ekki vera svona jólabat Ég tek það ekki á mig En sko, það er bara 2 eftir Og þetta er alveg skemmtilegt því að þið er komið inn á þetta í síðu spurningu Bara 2 Hefurðu dressað upp sem Jólasvein í rómantísku flippi? En ákveður ekki bara að spyrja hvort maður dressað upp sem Jólasvein? Bara því þetta eru jól Þú er alltaf oft farið að leika ykkur í sketsum sem Jólasvein Já, ákveður fæði það ekki bara stig fyrir það Ákveður að alltaf vera eitthvað svona Þú ert að tala um jól Því að sumt fólk hefur gaman að svona hlutverka Já, ég veit að þú ert með King of Christmas Þetta er eins og King of Clown Þetta er allt eitthvað svona Hvers konar Christmas er þetta hér? Sko málar, ég hrætt nú oft upp sem Jólasvein Ég gerði þetta árlega og fór í húsi og í götunni og var Jólasvein sko á aðfangadag Við erum bara báður að fá stig Við erum báður klætt okkur sem Jólasvein Þú ekki tekið svo Ríkard hann er fastur en sæleisundum Nei, ég kom ekki heim í gallanum og ég var bara úlingur og bara Því miður getur ekki gefið punkt Þeir eru báður að skýta í þessari spurningakeppni Ég er ekki að velja Það er einn maður að skýta inn í þessu stúdíu núna og það er ekki ég og ekki Steinþór Þeir eru að drullum á bak í King of Christmas En 2-1 fyrir Blöð og nú kemur spurning og nú velti ég fyrir mér Blöð fór að loka þessu að verður þetta dead tide ætlar að gefa dömu sem þú hefur rómantískan áhuga á jólagjöf í ár Vá Það er nei hjá mér Það er bara snöggt nei hjá Blöð Snöggt nei, heldur ég vitið ekki fyrsta des að verið skrítið ég myndi kynnast einhverjum helgin og ætla að gefa henni jólagjöf Ég meina, er það samt? 3 vikur fyrir jól? Ok, ég allavega eins og staðan í dag er það nei Ég vil ekki, segðu hendur fáðbótt Þú getur ekki útilokað Segjum móttakið, þú var út að vera jóla hlaðbord 365 í kvöld Segjum hún farur á biffan, verður heppin og kannski kemur gjöf, eða ekki? Eins og staðan í dag er svarið nei Ok og því miður færði ekki búnt En Steindi fær búnt, hann har fått 2-2 dead tide Ég ætla að vona tíma að gefa konu sinni jólagjöf Já, þannig að þetta er 2-2 Já, því miður 2-2, þetta er lélegasta keppni Já, það er tilbúið með svona úrslita spurningar þegar þú komin í Ég ætla að koma þér óvart með þessu hérna lagi Ég ætla bara að sé eftir Þessi reykskynjari er að verða batterislaus Forðastu þetta hljóð eins og heitan eldinn Duracell rafhlöður endast lengur Þú finnur draumarúmið í Dorma. Nature's Luxury 1/60x2 jólatilboð aðeins 112.425 krónur. Og flottir rúmgaflar í öllum stærðum nú með 20% jólaafslætti. Dorma býður góða nótt jólin. U2 triblutónleikar með Magna Ásgeirsinni í farabróti í Hard Rock kjallaranum 2. desember. Miðasala á tix.is. Nú færðu 2 fyrir 1 tilboð á Grill 66, Quiznos eða Ferst 66 í 5. hvert skipti sem þú dælir með lykli hjá OB eða Ólís plus 15 króna afslátt á lítranum í 10. hvert skipti. Sæktu lykil á ob.is. Það er 160 miljónar risapottur í getraununum helgina 1x2 við tippum.
Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. Ekki svolítið langt síðan við höfum séð þig. Komdu og sjáðu litina og alla möguleikana. Við erum í Dugguvogi, Borgatúni, Dalshrauni í Hafnarfirði og Gleráreyrum á Akureyri. Slippfélagið Málingaverksmiðja. Við finnum út úr þessu. Gjafakort bónus gjöf sem kemur að góðum nótum fyrir alla. Gjafakortið fæst nú til afgreiðslu í öllum verslunum bónus. Sparaðu tíma og fyrirhöfn, gerðu gjafakort bónus. Gleymdu í kjólinn fyrir jólinn, fáðu þér bara nýjan kjól. Körfi, fákafinni 9 og körfi.is. Töffara óskaskrínið eitthvað fyrir töffaran þinn? Óskaskrín fæst í verslunum Pennans Eymundsson, Hagkaups og á óskaskrín.is. Óskaskrín, upplifun í öskju. Dreymir þig fullkomið samband? Taktu þátt í reynslagstusleik Corsa. Þú gætir unnið iPhone X. Opel hjá Bílabú Benna. Og líka minn segir takk ó fyrir mig. Serrano, fresh, happy, max. Vilt ekki festast hjá tengdu yfir hátíðnar? Pantaði tíma hjá okkur og við yfirförum bíliðinn. Bifrið.is, Hjallarinn í 4. Fagmenn í bransanum í 18 ár. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður, Skólavörðustíg 18. Jessie J 18. apríl Laugardalshöll. Við festum, liðkum fyrir, róum okkur og komumst að kjarnanum. Vúrt, hluti af stóri heild. Gefðu pakka sem tifar 24iceland.is. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þá rétt það Keiluhöllin sem færir ykkur FM 95 Blö og við þökkum kærlega fyrir það. Það er að sjálfsögðu happy hour hjá þeim í kvöld. Ef fólk ætlar að kíkja í Keilu eða út á lífið, þá er að gera að kíkja ánga. Svo veit ég að þeir eru að sína Manchester United Arsenal á morgun. Þar verður allt stappað. Það er endalist að vesinni allar helgar eða? Já, nóg að gera það. Ekki? En Heyrðu, ég var að opna einn, ég ætla að viðkynna það. Hún er 26 og það er... Já, þú ætti að fá þér einn. Við erum að leiðna á jólahlaðborð, þannig að má. En, já, ég vona að þú hafi tíma fyrir Íslands slúðu þú hefur opnað þér einn. Já. Heyrðu, er komið að því? Já. Það er komið að brakandi fesku íslensku slúri. Fyrsta sinn í langan tíma. Ég er líka búin að bíða spenntur. Já. Ég er helvíti spenntur, ég viðurkenni það. Og hvað, þú varst að tala um að Heimir Hallgríms landsliðsþjálfari, hann er í slúðurinn í dag. Hann hefur aldrei verið. Hann hefur aldrei verið og því miður, þetta er topp köttur. Ég veit ekki betur. Topp köttur? Ég veit ekki betur. Ég held að þetta sé topp köttur, þessi gall, sko. En býtu, fæ ég ekki einhvern smá svona, eitthvað 400? Bara sami gamli góði og var alltaf. Já, hann er hann undir á. En heyrðu, það er komið að brakandi fesku íslensku slúri og eru þið klárir? Við erum klárir. Já, og ég vil taka það fram að ég er að fá þetta sent og ég er að fá þetta úr alls upp á Twitter mitt. En meðan hver var að senda þér Heimir Hallgríms? Þetta voru, sem sagt, æskuvinur hans á lítinn frænda sem var að senda mér þetta. Já, ok. Og vinur hans koma hérna við sögu. Nú, já. Já. En ég ætla að byrja bara. En hann vita nú svona, rétt svona til að kannski koma inn á það. Heimir Hallgríms, hann er fótboltaþjálfari og hann er þjálfari íslenska landsliðsins í fótbolta og hann er tannlæknir. Já. Það er svolítið skemmtilegt. Og þetta stefnir í Station helgi á honum. Nú? Því hann var að fá sér í gær. og ekkert endilega, sko, hann var ekkert bara að fá sér í gær, hann var blekaður í gær. Já, ok, réttur í dráttin. Já, hann tók stressdrykki. Já, það er í fríi. Nei, samt er nú úti náttúrulega að vinna. Nei, hann fór ekki út fyrir í dag. Já. Hann tók stressdrykki. Já, ok. Og hann fór með æskufélugum sínum. Stressdrykki er hættuleg. Hún er rosalega hættuleg, bara þegar þú ert að deyja úr stressi. Það er komið svo mikið stress að þú ferð í kraftdrykkju. Og það kannast allir við hana. Og hann var blekaður í gær. Gjörsamlega, og hann hóaði gamla gengið sem kemur nú yfirleitt, sko, það svara kallinu, það kemur með litlum fyrirvara. Og þeir tóku happy hour. Og eins og ég segi, þetta var kraftdrykkja. Hann var búin að vera ógeðslega stressaður allan daginn og það vita allir, það ætti allir að vita, hann nota nikotíntyggju. Ok, vissur það ekki? Hann er að tyggja á þessu allan tíman og þeirra leikir eru og hann geymir þetta upp í gómnum og hann er svona mikill svona nikotíntyggju kall. Skrítið samt að þenni tannlæknir. Já, en þú veist, hann er svona tyggjókall, sko. Og hann var búin að tyggja sig í gegnum einhverja, sko, 8 pakka.
yfir daginn. Og hann var orðin litlus í framann. Hann var eins og nafnspjald, hann var grár. Hann var bara, það er eins og hann hafi dáið 94 hann var rosalega svona, hann leit ekki vel út kallinn. Hann gerði það ekki. Hann var bara svo stressaður yfir drættinum sem var í dag. Og hvað var það búið með 8 pakka við nikotindyggi og drekka sig krafturyggi? Já, og hann mætir þarna sko beint á djammið, þú veist, og menn heldur að hann væri bara eitthvað að slappast til og orðin bara lasinn. Sérstaklega, þú veist, að því hann líka, sko, svo var hann líka bara menn heldur kannski hann fullur líka, hann var búin að drekka Long Island Iced Tea í Happy Hour, fekk alltaf 2 í einu, sko. Og það er eitt sterkasti drykkur sem hann fer í. En hann fekk nikotineitrun. Það var yfir daginn sem hann fekk nikotineitruna. Það var 8 pakka nikotintyggju. Ég er ekki að horfa frá mig, ég er að meina þetta. Þetta er ekki grín. Og hann vissi hann alltaf ekkert fyrst sjálfur, sko. Og vinur hann spurja bara hvort það sé ekki allt í lagi með hann og svona. Fokki drátturinn, sagði hann. Hann var að fokka mér upp, fokki drátturinn. Helvits drátturinn. Þeir bara drátturinn, byrju, hvað áttu við? Já, það er dráttur á morgun, það fýblið, hvað ertu búin að vera? Það er dráttur, sko. Það er dráttur. Og var alltaf að tala dráttin. Og hann var að hamra svo á því og hann var mjög kvíðinn fyrir drættinum sem er mjög eðlilegt og svona og hélt alltaf að fá sér tyggjó og tróða því í sig og svona og svo fór hann skyndilega að leka. Lakan? Nei, hann fekk háan hita snögglega og svo byrjaði hann bara að leka á fullu. Hvað er lakan? Það fær nikotin eitrun, þú veist, ég þekkja, ég hef fengið nikotin eitrun. Hvað er lakan? Hvað minnur þau? Hvernig lakan? Hvað, svita bara á viðbjöðu? Nei. Laka á hann svitin? Nei, þú veist, hann var náttúrulega mjög lasinn, hann með 40 hita og... Já, við eftir að segja, var hann bara eins og Sölvi Tryggva? Já, þú veist, það lag úr honum, skilur við. Hvað er lag? Úr rassinum á honum, það lag úr rassinum á honum. Já, var hann bara komið með... Þetta er svo mikið kjaftaði mér. Þetta er bara, við erum að tala um, þetta er bara... Þú veist þetta senda ekki á meili? Þetta er bara eins og vatn á hana, sko. Þetta er bara svona... Vatn? Brúnleitt. Þetta er bara... Hann lag, ekki vera spása hann mikið í því. Ok, og slúður er búið það? Nei, helvits drátturinn sann. Helvits drátturinn. Og svo strönsar hann í burtu. Og vinna hans eru náttúrulega bara, what the fuck, maður, hvað er að gerast með hann að gæja? Og þeir, sko... finna með að rekja slóðina. Þetta er komið gott. Hann lag alveg nýr á Hlöllabáta og þar sat hann bara. Býttu hvað, flögum bara til Moskva og mætti klukkan 4. Þessi saga en stendst ekki. Hann sé lekað á Hlöllabátum í gær og mætti til Moskva klukkan 3 í dag. Hann sat bara með eitt sýslumanns mjög lekandi þetta sjálfur. Helvits drátturinn sann. Helvits drátturinn. Þetta gerist í gær. Þetta var að 50. Ertu með eitthvað meira slóður? Það var bara í stresskasti, ég er að segja það. Herru, ég var að mála. Herru, það er Ívar Guðmunds. Topp maður. Ívar Guðmunds? Topp maður. Hann er í slúðurinu í dag. Hann getur nú ekki verið mikið vesen á honum. Dagskrágerðar maðurinn Ívar Guðmunds og hann var að lenda í tómuvesinni og nú er ég ekki einu svona að reyna að vera að fyndin að reyna að hræra eitthvað í ykkur en hann var að missa 8 tær í vikunni. 8 tær? Já. Hann var að færa eitthvað svona glerskeng og missir hann beint fyrir fram að sig og litlu tærnar urðu í rauninni eftir að því að þær eru á sikkurum endanum. Er hann bara með litlu tá og litlu tá? Já, allt hann að fara? Allt hann að fara, hann fór á milli, hann er bara með 2 litlu tær. Ég sá að labba þetta fram á hann, ætti hann þá ekki að halda það? Hann halda ekkert en á það. Það er alltaf með jafnvægi rugli. Jafnvægi rugli? Hann labbaði bara eðlilega fram á hann. Hann getur ekki getið sokka þetta. Af hverju ekki? Því hann er bara með 2 litlu tær. Hvað er það að fá sokka fyrir það? Það getur farið í sokk. Já, þú getur alveg stett sokka yfir löfnum og sett bara vel að tá. Hvað, þetta er ekki fingravellingar? Og getur hann ekki farið í sokk? Já, þú veist, hann getur alveg farið í sokk en hann er alltaf með lild jafnvægi, sko. Já, hann er með 2, Ívar Guðmunds með 2 litlu tær núna. Já, og getur ekki klætt sig í sokka þegar hann er bara með litlu tár? Ég næði ekki. Það standi út á endi, já, hann missir glerskáp á milli. Já, en hvað getur hann ekki klætt sig í sokk? Hann getur alveg klætt sig í sokkin. Þú varst að segja að hann getur ekki klætt sig í sokka. Ok, ég meinti að þú veist, hann þarf að finna. Hvernig sokka hann að fá? Hvernig sokka hann að fá? Þú er bara að drönda, Steindur búin að skýta á sig þetta gjössalega. Ég má ekki taka, þriði mólin. Nei, þetta er svo komið gott bara. Ég er með svala móla hérna. Heimir Hallgríms, hann var stressaði fyrir drættunum og Ívar Guðmunds er bara með 2 tær í dag. Þetta er skellur. Hann Heimir, hann lag ekki neitt. En vonandi leggur hann ekki á háan. Park in the end, alltaf verið mikill aðdáðandi. Sérstaklega á þessu lagi minnum við á Pop TV hana. En já,
Þeir að hlusta hér á Það var bláan del með hár. Hárrétt hjá þér. Og bollukinnar. Ég veit nú ekki með bollukinnar en ég með hár. Bollukinn og hár, hvað varst þið bara eins og hamstur eða? Nei, ég hafa með bollukinnar. Ég elska að horfa á gamla svona þætti með blöð. Já, bara með venjulegur. hár og með bollukinnar. Ég var ekki með bollukinnar, Það var krúkt með nokkað svona klípiður. Já, æðislegt. En það eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur drengjum í dag. Við erum búin að vera hér síðan 4. Ég vil líða þetta hrætt að það. Já, búin góðu gestagangur. Við fengum hér Gumma Ben og ætlið þið að fara til Rússlandsdrengir? Já. Það er staðfest. Það er staðfest. Verður þið ekki að skella okkur það? Jó, ég held að verður nokkið leiðilegt að fara að sjá Ísland Messi. Ég segi bara Ísland Messi. Litli bróður minn er mesti fótboltafan svo getur fundið. Hann er mannjumæður svo þið og með allt þetta og spila FIFA. Hann er all in í þessu. Fíla. Og hann sendi mér skilabóð. Ég og hann myndu ná betur saman í og þú. Já, þið þekkist nú vel. En hann sendi mér skilabóð rétt á þann. Ég er að fara að bóka flug núna. Það er vel gert. Þannig að ég hef ekki valmöðuleika. En þeir eru líka að fara. Það má ekki vera staldur og lengi við þetta. Ef þú ert búin að panta þá ferður bara að gera ráðstæðanir í stæðan fyrir að vera alltaf að fresta þessu. Akkur förum við ekki núna og pantum þetta allir bara eftir þáttinn. Klárum þetta. Það máli skoða það. Til ég. En ætla verið vesen með hótel og svona? Nei, ekki maður fyrir í þetta núna. Það eru, veist Pútir er búin að hugsa fyrir því. Hversu mikið eftir að vera upp á hóteli? Þú getur fengið það bara. Ég ætla ekki að tjalda þarna sko. Nei, bara svo lengi svo það gefur höfuð. Þú ert ekkert að vera þarna. Það er enda góða punktur. En hvernig er helgin, Egill? Byrjum á þér. Helgin, damn good question. Dutch er að vera jóla bara morgun. Já. Og rólega eitt í kvöld. Við erum búin að reyna að draga þig í kvöld á Jólalabb 365, en þú kemst ekki. Sem er skita. Já, það er alveg lélegt. Já, maður er að fara í vesinn í kvöld. Það er bara svolítið svoleiðis. Ég ætla að vöka okkur aðeins. Já, svo ætla ég að vaka fram eftir á morgun og horfa á UFC. Þetta er síðasta partí 365, því að þetta er orðið Vodafone. Þannig ég held að ég bara klára starfsmannasjóðin. Þannig að ég er verktaki á Vodafone núna. Já. Velkomin í Vodafone fjölskylduna. Thank you. Við verðum mættir hér næsta föstudag á sama tíma, vonandi í góða helgi. Það er að minna líka áður og skellir á okkur blöð. Minna fólk á að við erum með leik á facebook.com/skellur þar sem að þú getur unnið ferð á HM Rússlandi, flug, hótel, mið og leik og einu svo að gera er bara að læka þessa fæslu þarna og kannski taka okkur vinnin eða eitthvað og ná þetta kassa upp. Þetta er mjög einfalt, ég útskýrði þarna og þetta kostar nákvæmlega 0 krónur að taka þátt. Það tekur þig 2 mínútur, út komin í pottinn og getur unni pakka upp á, þetta er eiginlega hálf kúla eða meira. Góðu verk á góðum föstudegi. Tekkið á þessu, góða helgi, heyrumst næsta föstudag. Vilt þú fara í Smáratífóli á föstudaginn ásamt 10 vinum eða vinnufélögum? FM 957 býður þér í frábæra skemmtun í Smáratífóli alla föstudaga. Skráðu þig til leiksinn á fm957.is og þú getur verið á leiðinni frítt í sleggjuna, púl, 7 bíó, dansball og fleira og auðvitað skóla niður ísköldum bóla meðan á skemmtuninni stendur. Fylgstu svo með á FM 957. Við drögum út í hverri viku. FM 957 og Smáratífóli. Nú er hann Sæmundur í jólafötunum. Hið klassíska kremkeks frá Frón fæst nú í sérstakri jólaútgáfu með ljúffengu vaniljukremi og keim af kanil og negull. Frón kemur við sögu á hverjum jólum. Alvöru karlmenn vilja allt örlítið þykkara, skeggið, mjólkursykin og allavega við hjá Great British Grooming erum með þykkingaserum fyrir skeggið þitt. Notaðu það. Vörurnar fást í apótekum og sérverslunum allt land. KBE kynir í samstarfi við Coca-Cola og Nike. Stórtónleikar KBE í Gamla Bíó. Herra Hnetusmjör, DJ Spegill, Joe Frazier, Birnir og fleiri gestir 16. desember í Gamla Bíó. Miðasala er hafin á miði.is. Gefðu góða gjöf. Jólahandbók Eirbergs er komin út. Stútfull af snjöllum hugmyndum. Eirberg Stórhöfða. Eirberg